Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, komið þið sæl. Við höfum talað við 5 af 8 Sósíalistaflokksins. Einn eftir. Það Gunnar Már Egilsson. Ertu velkomin að Rauðaborðinu. Já, takk. Herði hérna, hvernig, þú nú mikil svona skoðanakannana reikni mistari. Hvað sýnist þér? Með hvað möguleikar Sósíalistaflokksins? Hver eru þeir? Ég held þessu bara töluverðir. Það hins vegar sko langt sér að við fengið kannanir, eða Já. Það er það. Það var á föstudaginn og fimmtudaginn í síðustu viku, maskinn á fimmtudaginn og prósent á föstudaginn, og svo birtist laga ykkur líklega úr Samfylkingunni til þess að vega upp svona slæma könnun prósent lag í spegilinn á RÚV. Könnun, eða svona viku könnun Já, Gallup svona. Gallup hefur ekki byrt neina svona vikukönnun. Nei. Það er stundum hefur Gallup og Maskína eða MMR sem áður var byrt svona daglegar kannanir í aðdraganda kosningarna eða síðustu vikuna. Það sem er svona dettur út einn dagur og kemur einn í svona, þetta fylgjast með þróuninni. Við byrjum á þessu á fréttablaðinu fyrir langt löngu síðan. Það er ekkert svoleiðis í gangi núna. Nei. Þannig að þú ert með mat á kannanir sem að maður veit ekki alveg, þú veist, hversu vel ná utanum stöðuna sem var fyrir viku og 2 vikum, þannig að það er það sem þú sérð. Og þannig það er erfitt að meta, þú veist, hverjir eru raunverulega svona í svona uppsveiflu, og það maður séð það í síðustu kosningum að það skiptir miklu máli. Þú veist, hvort að flokkar séu á uppleifu eða ekki, og það getur verið svona mikið atriði að vera í uppsveiflu síðustu 2-3 dagana. Þannig að við sjáum það lítið. Ég sé hérna mikinn mun á hvað flokkarnir auglýsa mikið. Mér finnst Framsókn og Flokkur fólksins auglýsa mest. Og því kannski einna minnst. Við erum náttúrulega minnstan peningin til að auglýsa. Það er eins og Flokkur fólksins auglýsir gríðarlega mikið og ég held að það voru að birtast ársreikningar flokkana fyrir árið í fyrra, þess að hvernig staðan var síðustu áramót, og þá eiga sömu flokkanir eins og Flokkur fólksins sem eiga bara ekki ríkisstyrknum sínum, heldur nota það bara allt í kosningasjóð og púðra þessu svona út. Framsókn eyðir miklu, og ég meina Sjálfstæðisflokkur ná mjög mikla peninga, seldu byggingaréttin í kringum Valhöll, fengu eitthvað 700-800 milljónir held ég fyrir það sem eiga, og þeir auglýsa mikið. Ég held að munurinn er að ég held að Flokkur fólksins hafi svona byrjað fyrr á svona samfélagsmiðlum heldur en Framsókn og Sjálfstæðisflokkur. En Sjálfstæðisflokkur og Framsóknarflokkur ætla augljóslega bara að reyna bara að auglýsa sig upp. Einhver leyti hefur Flokki fólksins tekið það. Miðflokkur líka auglýsa slatta. En hérna, hvernig ætlið þið? Þetta skipta máli með auglýsingarnar, því að þetta er náttúrulega peningar skattfé, og stundu verið rætt þetta á kjörtímabilinu, aðalega í samhengi við það að sósíalistar hafa fengið styrk. En það er bara í takt við það sem gerist allstaðar í okkar nágrannalöndum, þar sem eru svona styrkir, og þeir eru í langflestu löndum, og þá er hugsað sem svo að til þess að viðhalda lýðræði, að þá lætur flokkana fá peninga til þess að standa fyrir svona samfélagslegri umræðu og eitthvað slíku. En hverki nærri eins mikið og hinir sem eru kjörnir? Sem við höfum fengið, það er miklu minna. Það er bæði þannig að þeir sem það er náttúrulega aðal styrkirnir fyrir þingið eru inn í þinginu. Það fá flokkarnir bæði að ráða fólk og fá stuðning til þess að reka sig þar. Síðan þegar kemur að þessum almennu styrkjum sem að allstaðar í okkar nágrunum er ekki bundið hvort flokkar ná inn á þing, heldur bara hugmyndið svo að stjórnmálaflokkar sé eitthvað fyrirbrigði í samfélaginu sem að er hluti af svona lýðræðislegri virkni þess, og til þess að hafa góða lýðræðislega virkni að þá verðum við að styðja flokkana til þess að gera það. Ef við gerum það ekki, að þá verður bara þeir sem hafa aðgengi að fyrirtækjunum sem að halda sér gangandi, og smátt munum við lenda með stjórnmál eins og í Bandaríkjunum, þar sem bara hinni ríku raunverulega reka stjórnmálin.
Þannig að þessir almennu styrkir sem að fara til stjórnmálaflokkana, að það tekið af þeim fyrst, þá fá þeir sem eru á þingi 20 milljónir. Þannig að fara þarna 160 milljónir af pakkanum fyrst, þetta eitthvað 600 eitthvað, svo hinu deilt eftir kjörfylgi. Og það eru fleiri flokkar. Ekki þetta á hverju ári? Jú, það deilt á hverju ári. Þetta gríðarlegur upphæðir, sko. Og þessar 20 milljónir komið þá líka á hverju ári? Já, það eru heldur sér 672 milljónir minni mig núna og það voru teknað þá 160 milljónir, 20 milljónir á hver þingflokk og restin þá deilt eftir þingstyrk á hverju einast ári. Þetta eru fáralega háar upphæðir og við sósíalistar höfum ályktað 2,5 milljarður á kjörtímabili. Já. Meira en það. 670.000 2,5 milljarður. Og við höfum ályktað gegn þessu og sagt þetta eyðileggi raunverulega flokkana og það þetta færa rök fyrir því að þú sérð að flokkanir eru ekki háðir grasrútinni lengur, svona venjulegir flokkar í gamla daga eða hvað maður segja, bara fyrir 20 árum. Að þá ertu eitthvað stjórnmálaflokk og þú ert háður svona virkni og þáttöku félagsmanna, bæði það borgi félagsgjöldin, greið inn í kostningasjóð þegar það svona kastað út. Sumir voru að reka svona happadrætti eða einhverja fjáröflun og þá þarf það að fá svona sjálfboðaliða sem eru að gera það og standa í því. Þannig að svona tekjurnar koma einhvern veginn að neðan frá og þar að leiðandi forustan háð grasrútinni. Þegar peningarnir koma bara beint til forustunar eins og í þessu, þá forustan ekki háð grasrútinni og ég held að getur alveg séð svona hnignun flokka eins og til dæmis VG. Það sem að forustan getur bara haldið áfram sinni leið og ekkert háð grasrótin í sjálfum sér. Svo sjáum við líka nýrri flokka eins og að þú berð saman reikningaflokkana að þá eru sósíalistar með meiri framlög félaga og almennings heldur en til dæmis flokkur fólksins, Viðreisn, Píratar, þessi nýju flokkar sem hafa orðið til raunverulega eftir að þetta kerfi var búið til. Þannig að þeir flokkar eru ekki byggðir upp sem svona fjöldarhreyfing eins og við sósíalistar teljum alltaf að vera bara grundvallaratriði. Ef þú ætlar að ná því að breyta samfélaginu, þá verður að byggja upp einhverja hreyfingu sem starfar í verkalýðshreyfingunni, í öðrum hagsmunasamtökum, tekur þátt í að byggja upp fjölmiðla eins og hér, tekur þátt í mótmælum stjórnmálu götunar með mótmælum öðru slíku, það sem byggt á svona virkni almennings. Við höfum haldið út í stórum hóp á Facebook, það sem svona opin umræða sem að svona má deila hvort að við græðum eitthvað á eða ekki því að margir halda að allt sem að þar sagt sé einhvern veginn samþykkt á fundum flokksins sem ekki en það bara háaða sömu umræða eins og oft á torgum úti. Þannig við viljum við teljum það að til þess að byggja upp stjórnmálahreyfingu sem að mun ná einhverjum árangri og ná einhverjum breytingum að þá þetta eina leiðin til þess að gera það. Það að einhver svona forystaflokks sé styrt af ríkinu og sé síðan alltaf bara á 4 ára fresti eða stundum oftar að sækja vinnu með því að auglýsa sig að einhverjum ég ætla að gera þetta og ég ætla að gera hitt og ég ætla að gera þetta og ég ætla að gera þetta og eitthvað svona að við höfum bara ekki trúa svona í stjórnmálum Hvernig þetta elítistjórnmál að því að hægt og bítandi þá mun forysta þessara flokka eiga meiri samskipti innbyrðis heldur en við almenning og mörguleiti þá held ég að við sem að sjá þetta svolítið í þessu kosningu núna að það svona gjá á milli almennings og forystasaflokka. Við sjáum það í VG og við sjáum það líka hægra megin þar sem að flokkarnir bara vilja þurfa að mislesa þjóðina einhvern veginn. Í gær satt hjá mér Sanna Magdalena og við ákváðum eiginlega að vera ekkert að fara mikið út í málefnin en hún þarf að tala svo mikið þegar hún kemur svo víða fram þannig ég kvíldi hann aðeins í því en af baráttumálum sósíalistaflokksins hvaða mál sker flokkinn svolítið frá öðrum? Það eitthvað eitt eða fleiri sem það húsnæðismálin það eitthvað sem flokkurinn svona hefur sérstöð í? Þannig að það náttúrulega stærsta sérstæða hans að hann lítur á að
það séu átök í samfélaginu á milli almennings og auðvaldsins og að það sé lykilatriði að almenningur nái tökum á ríkisvaldinu. Allir aðrir flokkar eru meira og minna að vilja stýra landinu í einhvers konar sátt við auðvaldið. Eins og eru stórkostlegir annmarkar á þeirri stefnu eins og við sjáum bara á þinginu. Þingið eiginlega afgreiðir eiginlega engin lög nema eitthvað sem að fyrirtækin að biðja það er óhæft að koma með eitthvað réttabætur til almennings. Þetta held ég sé langveigamesti munurinn á sósíalistum hinum flokkunum. Við höfum eins og dæmi það að hagsmunaaðilar út í bæ hafi sendt tilbúin frumvörp, bara fullskrifuð og tilbúin til framlagningar. Og breyta þeim í meðferð þingsins eins og það var lögfræðingur afurðastöðvar sem að samdi breytingarnar sem að voru gerðar á búvörulögunum sem að héraðsdómur dæmdi síðan ólögleg lög. Og svo hlýtur að fara í áfrýjun, það getur bara ekki annað við. En ég meina það er svona dæmi um þetta. Og nýjasta dæmi sem við sjáum þetta, Svandís Svavarsdóttir ætlaði að gera einhverja svona endurskoðun á sjávarútvegsstefnunni sem að allar kannanir benda til að almenningur mjög ósáttur við kvótakerfið, segir að það leiði til spillingar, segir að færi auð af fiskimiðunum til örfárra og annað slíkt og það er kallað inn einhverja endalausa nefndir og ef þú skoðar hverjir í nefndunum þá er það bara stórum hluta fólk sem að vinnur eða hefur unnið hjá stórútgerðinni og þeir sem eru, þessi fáu sem eftir eru í einhverjum hagsmunasamtökum þeirra sem ekki tilheyra stórútgerðinni eins og þarna félag fiskvinnslustöðva sem á ekki kvóta, smábátaeigendur og strandveiðimenn, að þeir segja sér bara frá þessu. Að þeir koma að borðinu og sjá hér er bara verið að búa til eitthvað plan sem að stórútgerðin sætti sig við. Svo eru einhverja pínulitla breytingar og stórútgerðin þykist vera eitthvað voðalega pirruð yfir þessu og búið til eitthvað svona átök sem að ef þetta hefði haldið áfram og þá hefði það örugglega verið þvegið af og þá bara á Alþingi að fara að samþykkja óbreytt kerfi sem að þjóðin er andsnúin til hvers? Bara til þess að sýna það að við beygjum okkur bara undir stórútgerðina og við beygjum okkur bara undir auðvaldið og ætlumst til þess að þau bara ráðið í hvernig Ísland er stjórnað og við séum bara íbúar í einhverju verbúð þeirra. Þetta er mjög alvarleg staða og þetta nær mjög langt aftur. Ég man eftir könnun sem var gerð stutt eftir hrun. Þá var fólk sem að vinnur í stjórnarráðinu í ráðuneytunum spurt við hverja ráðferðið ykkur svona þegar þau eru að vinna við breytingar á reglugerðum og lagatekstum og öðru svona og þá var það bara hagsmunasamtök fyrirtækjaeigenda, það er bara 90%. Samtök almennings eins og verkalýðshreyfingin eitthvað 30% og svona eitthvað sem gat verið bara almenningur, það sem er svona kastað út og leitað eftir afstöðu almennings var bara eitthvað 5% eitthvað. Þannig að það er löngu búið að gerast að hinnir auðugu hafa náð undir sig ríkisvaldinu og ríkisvaldið er meira og minna til þess að þjóna þeim. Hugmyndin hjá kynslóð afa okkar og ömmu var að það að með almennum kosningarétti og virkni almennings í samfélaginu getum við búið til samfélag sem að hendaði almenningi. En það er eins og við höfum bara gleymt þeirri hugmynd og nú er alltaf verið að hugsa, já en byrju ríkikallinn, er hann glaður? Svo við getum búið til gott samfélag með því að hafa hann alltaf glaðan. Þannig þetta er stærsti munurinn. Hins vegar, nú að því að spyrja svona, þá held ég að við erum með eini flokkurinn sem er bara leggjum til nýju húsnæðiskerfi. Og við vitum að það tekur eitthvað tíma að koma því á legginn, þannig að við erum líka með aðgerði til þess að mæta ástandur eins og það er, því ástandið húsnæðismarkaðnum er hörmung. Það þarf bráðalausnir þar. Það er bráðalausnir en það verður líka að breyta kerfinu, því að það má segja að það hafi verið svona klárað að einkavæða húsnæðiskerfið, svona 2004, þegar Íbúðalánasjóður, eða þegar stjórnvöldurinn var studdu bankana í því að taka húsnæðislánin af Íbúðalánasjóði. Á Íslandi var þetta svipað og var alltaf í Norðurlöndunum til dæmis að það var opinber húsnæðissjóður sem átti að verja almenning fyrir því að verðsveiflum á fjármagnsmarkaði þannig að almenningu gæti keypt sér húsnæði. Og svo voru vaxtabætur og annað slíkt til þess að styðja fólk til þess. En það var líka opinbert kerfi verkamannabústaðirnir sem var svona stæðsta kerfið í félagslegu húsnæði okkur. Við höfðum séreignakerfi
og það var fjármagnað sko uppbyggingatímabilið, stóra uppbyggingatímabilið, þótt að sko fyrstu húsin hafi verið byggð upp úr 1930, þá stóra uppbyggingatímabilið var eftir 1965 og þá samþykkti Alþingi að taka 1% launaskatt og til þess að fjármagna uppbyggingu verkamannabústaðakerfisins og þá það bara hugsunin svo að fólk á lægri miðlungstekjum og þar fyrir neðan mun ekki geta eignast húsnæði nema með stuðningi. Það hins vegar svo mikilvægt verkefni í samfélaginu að fólk með lægri millitekjur og þar fyrir neðan búi við öruggt húsnæði að við leggjum á 1% launaskatt til allra til þess að fjármagna þetta. Því það kostur fyrir alla sem að búi í þessu samfélagi að það sé bara öryggi húsnæði. Að öll börn alist upp við húsnæðisöryggi, að fólk sé ekki að rekjast á milli hverfa í einhverju okurleigu og eitthvað fleira, eins og þú þekkir bara úr þinni æsku. En það var þetta var tekin ákvörðun það og það var byggt upp þegar þessu var lokað og eyðilagt seint á 10. áratugnum, að þá voru 11.000 íbúðir inn í þessu kerfi. Árið áður höfðu 380 íbúðir komið inn í það. Ef þetta hefði haldið áfram að þá væri svona kannski 22.000 íbúðir inn í verkamannabústaðakerfinu, þar sem að fólk á lægri miðlungstekjum og þar fyrir neðan myndi búa við öryggi. Þetta eru 65.000 manns líklega og við bara getum ímyndað okkur hvað það væri sko betra ástand á Íslandi. Þetta var einkavætt og eyðilagt og síðan var lánakerfi líka einkavætt og eyðilagt. Síðan eru liðin 20 ár og það hefur verið grafið undan húsnæðiskerfi. Við búum núna við stór leigufyrirtæki sem eru okra á leigjendum sem að fá ekki að kaupa húsnæði. Það eitthvað sem kom bara eftir hruni í rauninni. Það ekki? Já, það var búið til af ríkisstjórn með samhentu átaki ríkisstjórnar Samfylkingar og VG sem að stóð fyrir því að greip ekki inn í það þegar var verið að taka íbúðir af fólki sem hafi lent undir hruninu. Þetta ekki það að þetta sé allt fólkinu að kenna eins og var látið verið vaka, eins og kannski þetta að horfa að fólk gerir einhverja bommurtur og þá verður það bara að bera sök á því, en þegar það verður einhverja holskeflur efnaðslegra ófara sem að lenda fólki, þá ber stjórnvöldum að bregðast við frá hagsmunum fólksins. En það var ekki gert, það voru tekið af fólki og þá satt Íbúðalánasjóður uppi með mikið magna af eignum. Ríkisstjórn Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks braskvætti þetta, leyfði þeim sem að síðan byggu til almenna leigufélagið sem heitir núna Alma eða eitthvað að kaupa þessar eignir og svo þá sem að byggu til heimavelli og þá voru búin til þessi stóru fyrirtæki sem að hafa síðan hefur sko húsalega hækkað þrefalt á við laun eitthvað slíkt sko. Þannig að það að geta ekki keypt sér húsnæði á Íslandi og það var þrengt möguleikaðar fólks til þess að geta gert það. Þannig að þú bara mátt það ekki. Þannig að þú settur út á leigumarkaðinn og þar bara, þú ekkert varinn. Ég held að þú berð saman réttindi hópa á Íslandi við önnur lönd. Það var eiginlega engin hópur sem hefur það lakar á Íslandi í samanburði við önnur lönd, heldur leigjendur. Því að leigjendur alls þar í kringum okkur eru varnir, það eru leiguþök og alls konar réttindi, en hérna eru bara endalausir skammtímasamningar, þeir eru bara hent út, fólk rekst á milli hverfa með fjölskyldur sína og stjórnvöld horfa bara á eins og þeim komið ekki við. Það komið ekki við. Það samt ekki að það fara nefna til Noregs eða Danmörkur, jafnvel Bretlands eða Þýskalands eða Hollands og þá sérðu að stjórnvöld þar telja þetta bara ekki í lagi. Sko. Það ekki í lagi að einhver gaur vilji græða á einhverju fátæku fólki að þá sé hans réttur bara hafður fram yfir sko rétt fólks til að bara alast upp í svona þokkalegu efnahagslegu öryggi. Ég hérna Jón Daníelsson hagfræðingur. Hann sagði við mig oftar einu sinni í viðtölum að þegar þetta var að gerast að þarna væri við að búa til alveg sérstakan vanda. Að flytja, eða sko fólk svift heimilu sínum og þurfi þá að fá íbúð eitthvað starf annars að flytja milli hverf og jafnvel aftur og börnin sérstaklega sko, sem að ná hvergi að skjóta rótum að þau kunni að líða fyrir það seinna meir. Ég bara því við erum að tala núna sko svona vandamál varðandi börn og unglinga og ungmenni, kannski þetta hluta því
Hann var með einfalda lausn. Bara ef þú gast ekki borga íbúðinni nema helmingin, þá sá sem lánaði uppalega, þá myndi hann borga 50% á móti þér. Svo þegar allt væri yfirstaðið, þá getur þú keypt tilbaka. En það hlusta enginn á það. En þetta einmitt það sem við sjáum núna hefði einmitt átt að gerast. Það mjög sorglegt að hlusta á stundum talaðum við svona ungt fólk og það á leigumarkaði og svo spyr maður og þá börn fólk sem hafi mist húsnæðið í þessu og þá sér maður að þegar fólk fjölskyldur lendi í þessu að þá erfist þetta síðan kynslóð til kynslóð því að þetta eru krakkarnir sem eru á leigumarkaði en get ekki keypt sér eins að foreldrarnir hafi ekki efnahagslegt bolmagn til að styðja þau til þess að koma inn þannig þá ertu komið með húsnæðiskerfi sem ýtir undir stéttaskiptingu og bara og svo ertu með kannanir fátækt hver ástæðan fyrir fátækt? Húsnæðismarkaður það helsta ástæðan fyrir fátækt öryrkja, einstæðra foreldra og barna og þetta hefur verið látið bara viðgangast og ég skil ekki á hverju ég skil ekki á hverju og þá ég ekki, þú veist ekki bara stjórnmálastéttin sem að horfir á þetta eins og það komið sér ekki við eina stjórnmálastéttin í okkar heimsluta til að þetta sé bara vandam þetta bara, er þetta ekki bara einhverju vesalingur og umíkjar þetta fólk, það þýr ekki að byrja þessu og þetta bara gegnum gangandi yfir flokkana það bæði það, en svo veltum við líka fyrir sér hvernig stendur að því samfélagið þolir þetta Akkur erum við ekki svona umræð þetta og það var eina ástæðan fyrir því að við enduristum leigjendasamtökin til þess að bara kæmi inn einhver rödd inn í íslenskt samfélag það sem að leigjendur fekk rödd og ég hef stundu sagt frá því að því að þetta ekki bara ábyrgð stjórnmálanna, þetta líka bara fjölmiðla að fyrst þegar kom viðtal við Guðmund Hrafn Arngrímsson sem var formaður leigjendasamtökina að þá fletti upp á rúv.is og þá höfðu liðið 4,5 ár þar sem var aldrei talað við leigjanda og sá leigjandi sem var talað við á undan þessu var leigjandi sem að leigði í stúdentagörðunum og það hafði einhver sofnað út frá eldamennsku þannig að kviknaði eldavél í húsinu við hliðina þannig að það var ekki hagsmunamál Nei. og þá sem að byrja hvað að samfélagi sem að í stæðstu húsnæðiskreppu eftir því svona getur ekki hort til þeirra sem að harðast líða fyrir þetta þessa upplausn þessa kerfis. Já. Þannig að við erum í margt að vinna og ég held að fólk verði að hafa þetta svolítið í huga þegar að hlusta á stjórnmálinu og svona að mörguleyti fyrir umræðan fram í einhverju sviði sem að kannski ekki með neina sérstaka jarðtengingu Já. Þetta húsnæðismálin en svo og við erum með tillögu bara nýtt húsnæðiskerfi sem að byggir bara á reynslu annar landa, byggir á reynslu svona eftirstríðsáruna að það gerðist hvergi í heiminum að almenningur fékk aðgengi að ódýru og öruggu húsnæði nema með stór aðgerðum ríkisvaldsins og við leggjum það til bæði með því að búa til opinbert húsnæðislánakerfi sem að ver fólk fyrir verðsveiflum á fjármagnsmarkaði og nýtir svona bolmagn ríkisins til þess að afla fjár nota ríkisábyrgðina sem er eiginlega ekkert vandamál vegna þess að það er ekki til öruggari veð heldur en íbúðarhúsnæði hefur bara besta veð í heimi þannig að það er engin svona fjárhagsleg áhætta fyrir ríkið eða hverleira en ávinningurinn í samfélaginu að losna við afleiðingar af húsnæðiskreppunni eins og þú ert að lýsa áhrifin sem að hefur á börn og komandi kynslóðir það er bara ómælt þannig að peningarnir sem eru varið í þetta og að því ég nefndi áðan 1% skattinn, launaskattin sem var lagður á 65, hann er ígildi 22 til 23 milljarða í dag. Það segir svona hver ákvörðunum var stór þá. Þessi skattur er ennþá innheimtur, hann bara fer í eitthvað allt annað. Hann hefur verið notað til þess að lækka skatta á stórfyrirtæki og fjármagn. Eða eitthvað, ég veit ekki hvað gera við þetta allavega ríkissjóður ekki með halla þrátt fyrir þetta en hann hefur ekki verið notaður í þessu uppbyggingu en launafólki á hann penning það er búið að taka hann af okkur og við viljum fá hann til þess að byggja hér upp í réttlátt húsnæðiskerfi róttakari eru tillögur sjálfsagt ekki það er stundum við talað við okkur eins og við sem rosalega róttak en við erum við ætlum bara að gera það sem er svona alvanalegt það sem hefur reynst vel og hefur bara reynst okkur vel sem við samfélag og okkar í okkar heimshluta
En flokkarnir sem að brjóta niður þessu kerfi eru að umturna íslensku samfélagi, þeir eru kallaðir einhverju stöðuleiki eða eitthvað. Það ótrúlega fyndið. Já. Þetta húsnæðismálin sem og þarna talið þið ákveðnar heldur en fulltrúar hinnaflokkana. Það alltaf landa markaðin þetta meir og minna. Það bara þannig. Hinni flokkarnir. Markaðurinn hefur ekki getað sinnt þessu í 20 ár, en þeir halda hann kannski bara næsta árið þá mun að gera það. Já. Það satt. Já. En förum út á sjó með auðlindina, sjávarauðlindina. Já. Þar eru við eini flokkur sem leggur til einhverja tillögur, sko. Og við erum náttúrulega að svara almenningi. Já. Það eru gerðar kannanir og eftir sáttu við kvótakerfi, ég man ekki alveg hlutfallið, það verið yfir 70% segja nei. Svo spurt hver eru ágallanir, hver eru helstu ágallanir, það held ég sé yfir 80% segja helstu ágallanir það að arðurinn af fiskveiðiauðlindinni okkar rennur til örfárra. Og þú þarf náttúrulega bara að búa á Íslandi til að sjá það. Þú sér fyrirtæki eins og Samherji sem byggt upp á gjafakvóta, skipstur á kvótunum og svo fenguður auka kvóta út af Guðsteini og svo fyrsta svona stóra einkavæðingin var einkavæðing bæjarútgerðar Hafnarfjarðar. Þeir fengu 2/3 af því, 1/3 fór til Hvals HF og fólk að velta fyrir sér akkur byrjuð Kristján Loftsson, akkur Sjálfstæðisflokkurinn alltaf hlýða honum og Framsókn og svona. Að hann auðgaðist á því að taka 1/3 af eignum Hafnfirðinga í sjávarútveginum. Það er lykillinn að hans auð. Þetta ekki hann svo duglugu kallinn og svo, það er ekki þannig, sko. Það er bara fekk gefins peninga, alveg svo Samherji. Og Samherji hefur byggst upp á því sölsa undir sig öðru, meðal annars með aðstoð Landsbankans. Ef einhverju útgerð lenti einhverju fjárhagsvandræðum að þá var svona hægt og bítandi útgerðinni bara beint inn í Samherji, hann hefur þannist út. Og það auðgaðist gríðarlega á því, keyptu upp fyrirtæki í Noregi, í Þýskalandi, í Bretlandi, í Færeyjum, í Namibíu, guð má vita hvar, bara risa fyrirtæki út allan heim. Það dugði ekki, þannig að þeir eru búin að kaupa, þeir eru stærsti einstaki hluthafinn fyrir utan lífeyrissjóðina í Högum og í Sjóvá og eru langstærsti hluthafinn í Eimskip, eiga raunverulega fiskinn bara meðan hann syndi í sjónum, þegar hann veiddur, þegar hann landað, þegar hann unninn, þegar hann fluttur út, þeir líka skipi sem flyttur út, þeir fyrirtæki sem tryggir þetta og þeir svo ferðu út í Haga og kaupir kannski fiskinn og þá eiga það líka og svo fara þeir út og þeir sölu fyrirtæki úti og geta raunverulega stjórnað. Það er stóra málið. Þeir geta stjórnað að þeir eiga alla leiðina og svo eru við að innheimta veiðigjöld þegar þetta er landað. En sá sem á þetta fyrirtæki, hann ræður í alveg hvar verðmætin koma fram. Meiri sé að vigta sjálfur. Vigta sjálfur, já. Þannig hann ræður í alveg hvar þetta kemur fram. Og við segjum, og sem er eiginlega fáránlegt, að við þurfum að vera að benda á þetta. Vegna þess að ef þú færi kannski bara 40-50 ár aftur í tíma, þá getur við farið til Bandaríkjanna. Og þá var verið að brjóta upp svona fyrirtæki, eins og símafyrirtækin og við getum farið enn aftar þegar voru brotin upp jafnbrautarfyrirtækin og olíufélagin og svona. Menn vita það að ef sami aðilinn á alla virðiskeðjuna, að það leiðir til bara að hann getur bara stjórna verðlægningu. Algjörlega. Já. Og launum sinna starfsmanna. Launum starfsmannanna, hver er uppbæðin sem hann skilur eftir þegar það er verið að landa, hvað sveitafélagi fær í hafnargjöld og hann bara stjórnar þessu öllu. Tekur svo vanalega peningin út það sem er honum hagkvæmast og það er á Kýpur, eins og við erum komið fram í öllum umfjöllunum Samherja. Þar er peningurinn tekin út og síðan er notað og deilt út og augljóst af fréttum að það er einhverju svona huldu sjóðir, þetta eru peningar sem maður geta bara notað í, þetta eru svona svarti peningar og þetta er bara svo fullkomlega óeðlilegt og það vitið allir en svona aðri stjórnmálaflokkar verið það bara sætt sig við þetta og sagt sem að já, þetta hefur þetta ekki alltaf verið svona og eitthvað svona tal, þetta hefur ekki verið svona, það er bara þekkt, bara eins og ég er að vísa til í Bandaríkjunum að það eru til lög sem að banna þetta, en síðan hefur þetta slakað á því í Bandaríkjunum og ég er alveg viss það að til dæmis drottnunarstaða Microsoft, Google og Facebook og þessara fyrirbrigða
hefði ekki orðið eins og hún í dag ef þessi fyrirtæki hefði orðið til sko 1950 og 1960 þá hefði verið brotin upp, þau hefði ekki leyft að kaupa frá sér samkeppni eða sölsa undir sig eða Amazon sem einmitt svona dæmi fyrirtæki sem á eiginlega alla keðjuna sko, á búðina, dreifikerfið og á svo orðið svo fullkomin dreifikerfið að getur enginn keppt við það, þannig hægt og bítandi þá sogar Amazon bara til sín allri sko verslun í Bandaríkjunum. Þú veist, þetta afleiðingin af því ef að við höfum ekkert eftirlit með kapitalistum með auðvaldinu, þá leiðir það til þess að það verður fákeppni og einokun á öllum markaðum. Og þess vegna var það á eftirstríðsárunum að það voru alls konar reglur utan fyrirtækjarekstur. Að þú máttir ekki að vera tiltekið stór, máttir ekki eiga virðiskeðjun og þar fram til göttunum. Við erum hins vegar að koma út úr sko tímabili nýfrjálshyggjunnar þess að því var trúað að það væri að vitleysa sem gerðir var að hamla uppbyggingu þessara fyrirtækja. Niðurstaðan svo að við sitjum uppi með sko bara örfá fyrirtæki í sjávarútvegi þetta fyrst og fremst bara Samherji og Brim og þú veist, svo einhverju önnur aðeins Vestmannaeyja fyrirtækin en þú kannski komið með kannski 8 fjölskyldur þá ertu kannski komið með 80% af markanum. Þannig það hleðst bara upp og þetta miklu víðar á Íslandi þegar þú varst alast upp að voru til svona fjölskyldu fyrirtæki gætu verið svona járnsmiðjur og hina það meira og minna búið að sópa allt saman upp þannig að við erum að, þú veist, við erum komið með svona auðringi, ég nefni Haga á þann þeir ekki, ég man ekki alveg hvort þeir eigi lyfjafyrirtæki núna eða ekki en þeir eru alltaf að kaupa það og selja það lítur að vera. Já, og svo eiga þau bensín sölur og þannig að smátt og smátt erum við bara konið svona auðringir. Og þetta áttuðu menn sig á síðustu öld algjört mein. Þetta áttuðu menn sig til þess að í kreppunni að það verður að vinna gegn þessu. Það sem við erum að leggja til, eins og til þess með að brjóta upp Samherja og þessi fáu fyrirtæki sem eiga alla virðiskeðjuna, það eru kannski ekki bara nema 2-3 að þá erum við eiginlega, þetta bara svona klassísk gagnrýni á kapitalismann eiginlega bara alveg bara frá hægri eða vinstri eða hvaðan sem að því að menn vita að þetta eru bara eyðileggjandi áhrif sem það hefur. Svo náttúrulega vitum við hvaða félagslega áhrif þetta hefur. Það sem þú býrði í einhverju byggðalagi, það sem einhver svona einn sem algjörlega drottnandi yfir öllu og þú ert smeykur hvað þú segir, ef þú missir vinnuna þá færðu aldrei vinnu aftur og allt í einu byrjar allt samfélagið að snúast þennan ríka mann eða þetta ríka fyrirtæki og við bara eyðileggjum samfélag okkar og þú veist þetta sem að kynslóð af okkar og hafði draumum að við getum byggt upp lýðræði þar sem að samfélagi yrði þar sem að við erum öll rétt há og maður geti sagt það sem að maður vildi og barist fyrir því sem maður vildi og það verður eitthvað réttlæti í samfélaginu og allt í einu erum við bara að missa það. Já, má ég fara með aðeins aftur til Hafnarfjarðar svona að því að ég er svona gamall sko þegar að þessir kaupa bæjarúkjar Hafnarfjarðar þá var enginn raunlega fann að reikna kvótan sem verðmæti sko. Þetta var bara tímabundin úthlutun. Þeir föttu það sko. Já, þeir föttu þetta. Samherji held ég að fatta þetta fyrstur. Já, en sko bæjarúkjar Hafnarfjarðar átti 3 togara. Stóran svona 1000 tonna japanskan, spánskan sem Kristján Loftsson fekk. Og svo mæ og apríl eða apríl og mæ kannski betur að segja þannig, sem að Samherji fekk. Þar kemur skip nummer 2 og 3. Og kvótan. Þeir keyptu bakkan í leiðinni sem núna búið að byggja einhverja blokki. Það var Hagvirki sem keypti það með þeim. Þetta var líka svona verktaka brask með lóðir. Norðurbakkan í Hafnarfirði. Þannig að ég held að það fyrir ekki að horfa á það og líka horfa á uppbyggingu Samherja og segja býtu, heyrðu, við getum hafa átt þetta alls saman. Hver verið staða Hafnarfjarðar ef að bæjar stjórnin hefði ekki bara gefið þetta eiginlega frá sér því að þetta var selt á svo hlægilegu verði að það er ekki hægt að gráta yfir því sko. Nei, það var það. Svo líka breytingar á kapitalismannum að þá langum við að segja líka Jón Gíslason var útgerðarmaður í Hafnarfirði gerði út Fróðaklett, Fiskaklett, Búðaklett og marga báta og hann var með frystús þar sem að Hvalur er með sínar höfuðstöðar núna og Jón, þessi Gíslason var mjög vel látinn maður og þegar hann mætti í vinnuna þá gekk hann alltaf gegnum fiskvinnslusalinn sko og tók svo ofan góðan dag
og hann bjó svo sem í stærra húsi heldur en starfsfólkið hans og átti fínn í bíl, keyrði alltaf bensa, ég mændi þessu, en þar var ekkert sko svona verið að taka eitthvað meira undir sig heldur en það sem hann bara var með umleikis í sínu fyrirtæki. Það var ekkert að kaupa upp sjóla eða eitthvað annað, en núna þetta þannig að sá sem kemst yfir þetta í sjávarútvegi, það eins og stopp en ekkert, hann verður að ná meiru og meiru. Það ekki? Já, það ég las þessu hálandarhreinsunina og mikil uppgötvun því að það hljómaði eins og var í saga kvótakerfið og það var þannig að sko það var sögulega allt öðruvísi hugmyndum sko land í Skotlandi heldur en í Englandi. England hafði verið sko landeiganda land öldum saman. En Skotarnir voru líkar okkur, það voru hálöndin voru almenningur sem allir áttu og það gat verið þú gast yrt landið í svona mikið af svona smá búskap hér og þar og þeir sem voru höfðingjar þar sem voru yfir klönunum að þeir voru það sem kallað sko höfðingjar yfir mönnum og miklu líkari sko goðunum á þjóðveldisöld. Þannig að það voru ekki það að allir væri leiguliðar hjá þeim og þeir væru með atvinnuhermenn, heldur voru þeir höfðingjar yfir mönnum. Og þetta var náttúrulega ódælir menn að nú búin til bíómyndir mynda, Braveheart kannski það sem að flestir hafa séð, það sem að hálanda menninir eru að hrista af sér völd englendinga og geta þá safna saman í svona fólk sem að berjast fyrir eigin hagsmuni og þannig að þeir gátu rokið alveg langt bara alveg til London þessuna sko og englendingarnir sá að þetta var ekki hægt að lifa við þetta helvíti að hafa þessa menn sem þessa þjóð sem var alltaf brennandi fyrir eigin hagsmunum og varu náttúrulega miklu betri hermenn heldur en leiguliðarnir og þar götunum að þeir hugsuðu býtu hvað getum við gert til þess að stoppa þetta og þá sögðu þeir við förum til höfðingjana og segjum við ætlum að skilgreina þetta sem eignarlönd ykkar og þeir féllu fyrir því og þá hættur að vera höfðingjar meðal manna þannig að þeir þurftu ekki að sækja stuðning sinna manna þannig að þeir þurftu ekki að vera með þeim og taka ofan fyrir þeim þeir löbbuðu í gegnum sko fiskvinnslusalinn heldur voru þeir þá áttuður þetta og það voru leiguliðar og þeir á örfáum árum þá var þetta kallað hálandarhreinsun að þeir hröktu fólkið af heiðunum og breyttu löndunum yfir í Sauðfjörð hér þar sem að þeir voru þeirra eigin þannig að þá tóku þeir miðin eða landið undir sig og allt í náttúrulega skilgrein sem einkaeign þeirra en ekki sameign fólksins og þetta algjör umturnun á sko stöðu þess sem með sterka stöðu innan hópsins eins og átti kannski við Einar Guðvinsson eða Einar Ríka og sem voru háðir þessari höfn og þessum miðum þarna úti því að þau voru ekkert að fara leið og það var skilgreint að þeir áttu fiskinn að þá gátu við bara selt kvótan bara eina nóttina eins og oft hefur gerst, eitthvað seldi kvótan og keypti sér blokk í Berlín eins og frægt var eða þá að menn seldu kvótan til Samherja og allt í einu stóðu Hafnfirðingar það ekki landað neinu nema Grænlendingar koma og landaði með einhverju fiski við erum það ekki sjónarsviftir að sjá sko byggðirnar á Vestfjörðum nú eru erum við að sjá sko grindvíska kvótan fara að hinga á þangað líklega það náttúrulega búið að selja vísi og búið að skipta þorpinninum upp í 3 fyrirtæki og við hefum séð á Suðurnesjunum hvað allur Akranes það kannski einn strandveiði bátur í höfninni allt þetta bara farið og þetta gerist þá þannig að þú ert með samfélag og einu sinni varstu kannski með ríkakallinn hann inn í samfélaginu og sumum finnst það vera og sniðugt að hafa hann að vilja bara að sé ykkur einn sem og við sjáum það alveg í pólitíkin í dag það fólk alltaf að leita ykkur einu sterku manni hvort sem hann heiti Sigmundur eða Inga eða eitthvað en þú varst með eitthvað slólið samfélag en svo er allir komið með bara stjórn sem að ákveða rekstur á fyrirtækinu og stjórnin selur sig það að eina markmið okkar að skila sér mestum arði og hvað þýðir mestur arður hvað getur tekið mikið fé út úr rekstrinum og fært eigundum okkar og það er ekki samfélagið sem að vinna þetta þannig að þeim munar ekkert það að taka ákvörðun það að nei við ætlum að taka allan kvótan
frá Þingeyri og við ætlum að flytja til Húsavíkur eða taka kvóta frá Húsavík og flytja til Grindavíkur eða eins og menn hafa verið að gera. Og ástæðan fyrir að þau geta gert þetta er að þau hafa engin tengsl við þetta samfélag. Þau labba aldrei þarna í gegn og og svo eru þau kannski með á leiðinni, eru þau með forstjóra og svo hann með framkvæmdastjóra og svo hann með verkstjóra og svo sem hann kemur og segir Siggi minn, við ætlum það bara hagkvæmara fyrir okkur að flytja allan kvótan til Húsavíkur sem að segir þetta, þá er það ekki fólki sem tekur þessu ákvörðun og þetta leiðir til og þetta er eiginlega stærsta vandamál, þetta er ekki bara í sjávarútvegi, þetta er í öllum eiginlega fyrirtækjarekstri að ákvörðanir þróun samfélagsins eru teknar svo óralangt frá fólki á einhverju fólki sem situr á einhverju sýndarveruleika hvað lífið er, hvað snýst lífið, það snýst náttúrulega arðsemi, það snýst arðsemi, þeir eru með einhverju gröf og eitthvað svona taka einhverju ákvarðanir og svo eru við niður í verbúðinni og bara skellur á okkur alls konar áföll til hvers? Til þess að þau geti haft það betra. Þetta er bara raunveruleikinn í okkar samfélagi, þetta er raunveruleikinn í okkar bara heimsluta og við verðum að stoppa þetta. Fólk verður að rísa upp og taka af völdin, eins og sagt er. En vinstri flokkur, þá félagsmál, hvað er nú eru til allt og margt fólk sem er fátækt á Íslandi og endur náðan með húsnæði en það getur komið meira til það er til dæmis öryrkjar og veikt fólk gamalt fólk og en svo bara einhvern veginn fólk sem hefur einhver hluta vegna skiptir engum máli hvers vegna farið svona varhluta af lífsins gæðum og er fátækt er bara fátækt og hvað á að gera? Já, styðja það fólk, það er bara og þegar maður vísa aftur í söguna að það er Lyndon Johnson sem hægri demokrati frá Texas hann sagði í ræðu 1964 held ég það sem að reyna að ná utan þessu svona hugmynd eftirstríðsárana það sem að var byrjað það sem að í okkar heimsluta var svona eiginlega trúin var svo að það væri markmið að rétta við hinn veika gefa hinnum rétt sem ekki hefði haft það, konur, svartir, fatlaðir, þú veist, og fátækir, að það væri, hann sagði eina réttlætingi fyrir formlegu samfélagi okkar á millum er að rétta við hlut hins veika. Það sagði hann. Það sagði hann, og þetta var bara... Þetta myndu fáir segja hér. Akkur ekki. Nei, þeir sem eru starfandi í... Já, mér finnst þetta bara að vera markmiðið okkar. Já, ég er sammála þeir. Ég er bara að segja, maður heyrir þetta samt. Já, og það sem menn vissu þá og höfðu séð, menn höfðu séð á eftirstríðsárunum hvað gerist þegar kynslóðir þeirra sem var haldið fyrir utan samfélagið, fengu ekki aðgengi að menntun eða var bara sett á okkur hæl upp í sveit og fengi ekki að vera þáttakendur í samfélaginu. Menn sá þetta með eigin augum, hverslega bara stjórnlaus verðmæti þetta eru ef við bara leyfum öllum að vera með. Þú veist, það upplifði fólk þarna. Nú er búið að vera að halda að okkur að, öryrki sé að taka okkur peninga, að þú veist, maður er meira þess að ég hef verið á fundum þar sem fólk er að halda því fram að það verði að vera gjaldtaka af sjúklingum, annars það sem er ókeypis eitthvað, að þá kemur fólk bara og sækir í það. Eins og ég væri alltaf komið með 7 mjaðmir af því að vera svo ódýrt að fara í mjaðmaskipti, eitthvað svona bara klikkun sem er í gangi sem er með okkur boðið upp á. Og þess vegna höfum við bara mist sjónar af því hvaða ávinningur það er fyrir bara okkur bara sem samfélag, af því það er náttúrulega miklu betra að lifa í góðu samfélagi þar sem allir blómstra og það er ef allir fá að blómstra þá náttúrulega allir að gefa til samfélagsins miklu meira og við fáum kannski eitthvað bara samfélag sem við getum ekki láta okkur dreyma en núna er alltaf svona að vera að halda svona niðri að engin, þú veist, nei við verum að hafa svona langa biðlista og það má ekki vera of mikil sálfræðiþjónusta því að þá bara eitthvað, ég veit ekki hvernig fólk hugsa þetta. Það verður misnotað, það er eitthvað svona. En að því erum í kosningabaráttu núna. Og þá heyrir við flokk að tala stórátak í geðheilbrigðismálum og alls konar, húsnæðismálum og allir svona. En ég hvet fólk til að hlusta á það, er einhver af þessu flokku sem ætlar að fjármagna þetta? Og þá kemur kannski stærsti munurinn á milli sósíalista og annarra flokka. Að við leggjum fram svona lengsta planið okkar er ríkisfjármál. Já, förum við efnahagsmálin, það er fínt. Já, og vegna þess að þú sér kannski flokka eins og flokk fólksins verðmetur öll
loforðum þeirra, að þá þau eru með bankaskatt sem að, ég veit ekki hvað ætla að ná mikið, kannski 20-30 milljónum, svo eru þau með eitthvað svona milljörðum, svo eru þau með svona tricks að skattleggja iðgjöld í lífeyrissjóði og það var skilja ykkur peningum vegna þess að þau vilja ekki leggja til að fjármagn og stórfyrirtæki borgi meiri skatta. Ég veit ekki hvort þetta sé að þau trúi, þetta sé hægri fólk sem heldur að með því að innheimta sem minnst af sköttum af fjármagn og fyrirtæki að þá einhvern veginn verði til betra samfélag. Öll sagan segir að svo sé ekki. Með því að innheimta ekki skatta þeim sem helst geta borga skattana, þá átt að brjóta niður samfélagið. En hægri menn alltaf haldaði fram, nei, það er ekki þannig. Það er þvert á móti þá, þannig var loforðið skattalækkanirnar og sölu ríkisegna og allt þetta. Það er ekki þessu gengið eftir. Þannig ég veit ekki hvort þau séu bara hægra fólk sem trúir þessu eða vill trúi þessu eða er bara að vinna fyrir auðvaldið eitthvað eða hvort að þau meta þess eins og ef að við segjumst alltaf innheimta skattana af þeim sem að hafa fengið skattaafsláttinn hingað til að þá verður þau svo reið að þau kalla mig skattaingu og ég fæ bara svona yfir mig guðsurnar og mokkanum og þetta er raunverulegt. Það er ekki mikla varnir í þeirri mannski ef hún hugsa þannig. Nei, en þetta er raunverulegt. Þú horfir á munin á meðferð frá hægri á til dæmis Jóhannu Sigurðardóttur og Katrínu Jakobsdóttur sem eru forystu konur vinstra megin. Katrín hefur alltaf fengið bara bómull fyrir utan þegar hún lagði til hækkun skatta, þá var hún kölluð skattakata, en annars hefur hún bara fengið samþykki Mokkans og félaga. Já, reynda var kom kólakata líka. Já, það var sama kosningabaráttan. Það var þegar hún lagði til að hækka skatta. En það var reyndar kólabræðslan hans Steingríms Fljóð á Bakka við. Já, það var eina skipti sem hún fekk svona harða anstöðu frá hægri. Þetta var sama. Jóhanna Sigurðardóttir alla tíð fekk yfir sig að hún vissi ekki hvað var að segja, væri svo alvor út úr hól og skildi bara ekki í samfélagið. Og jafnvel innan eigin flokks. Flokks vegna þess að hún var svona klassískari vinstri manneskja. Og ég held að þetta sé ástæðan fyrir því að Kristóf Frostadóttir hefur valið að leggja ekki til skattahækkanir nema svona óljóst eitthvað svona loka á F-gatinu og svo hækka fjármagnsskattinn hófstilt og svona og málið er að við erum með lægri fjármagnstekjuskatt heldur allar þjóðir í kringum okkur, við erum með lægri tekjuskatt fyrirtæki heldur allar þjóðir í kringum okkur, við erum með engan eignaskatt, það er reyndar sum lönd sem er ekki með það heldur, en þá er fjármagnstekjuskattur miklu hærri, þannig að það er hvergi betra að eiga pening heldur á Íslandi í bara okkar heimsluta. Nú það er formað Framsóknarflokksins sagði nú hefur vandasamt eiga peninga, eða ekki? Já, hann er í þessum sem ég var að segja áðan að við ættum að leyfa sjávarútveginum að eiga allt og geta tekið út hagnað út í heimi og að því að þú ert að tala kallið sem að labbaði í gegnum heilsaði fólkinu sinu. Heilsaði fólkinu að sú kynslóð manna geymdi hagnaðin alltaf út í heimi, bæði útgerðin og heilsarallir eins og hefur komið fram síðar og þeir kannski hefði ekki borist of mikið á Íslandi þá gáttu við lifa kongalífi erlendis, þannig að ég held að Sigur Ingi hafi verið að vísa í þetta að það er hugmynd hjá auðveldinu Íslandi að það er svo flókið einhvern veginn að vera ríkur á Íslandi að við verðum að fá að svíkja meir undan skatti heldur en vanalegt er og fá að geyma peningi aflöndum og annars er ekkert gaman einhvern veginn svona hugsun. Ég held að hann hafi verið vísa í það. Tóntjössin. En þetta, ég er að segja annarkvort er bara flokkur fólksins bara hægri flokkur svipað og Viðreisn sem að segir við ætlum að vera með vinstri útgjöld en hægri tekjur sem að þýðir það að við ætlum að verja miklu peningum í velferð en við ætlum ekki að rukka neina skatta af einum ríku. Og hvað þýðir þetta? Þetta þýðir bara stjórnlaus hallarekstur ríkissjóðs. Nei, segir þau, nei. Við ætlum að selja eigur. Við ætlum að selja allar bújarðir, allar fasteignir, við ætlum að selja alla bankana. Ok, það dugar kannski 3 ára, hvað það gera svo? Þannig að þetta er eiginlega bara, og það að þessi flokkur skuli bara fara með heiminskautum er náttúrulega bara, hvernig er þetta hægt? Hvergi í heiminum fengi Þorgerður Katrín að klára 7 setningar áður en að einhver myndi spyrja býtu, ertu að halda þig fram að þetta reka ríkissjóð með 300 milljarða halla og selja bara eignir upp í það? Er það planið ykkar? Já, það er það. Já, það er það. Þannig að það er bara, ok, við hins vegar, þess vegna komum við með svona langt plan hvernig við ætlum að afla tekna til þess að geta byggt upp velferð. Það er ein ástæðan. Önnur ástæðan er svo að staðan sem við erum í dag er afleiðing af þessu skattabreytingu sem urðu á 10. áratugum.
og fyrst fyrir hrun. Og það hefur leitt til þess að fyrst eru lækkaðir skattar á fjármagn og fyrirtæki og okkur sagt, já, nei, þetta mun ekki lækka skattana, sko. Það mun bara koma meiri skattara því að verður svo mikil gróska í samfélaginu þegar auðvaldi fær að hafa peningi sinn, menn þess að hver býti peningana, það auðvaldið, ekki ríkisvaldið. Og ekki fólkið. Já, ekki fólkið. Þetta gekk náttúrulega ekki eftir. Nei. Þannig að þá kemur svona búpsi. Við verðum að auðvitað verðum við að rukka þig þegar þú kemur á spítala eða ferði í skóla og svona. Komugjöldin. Já, annars ertu bara alltaf í skóla og alltaf að láta skipta það mjöðmir og svona, þannig að við verðum að rukka það, ná peningum í, þannig að nú er þetta þannig að það er alveg sama hvað þjónustu þú færð hjá ríkinu, þú ert alltaf rukkaður. Ég uppgötast að ég var með flogaviki svolítið seint og það var eftir hrun. Fyrst þegar ég fór og þá vissi ég náttúrulega ekki hvað það var, þannig ég fór og fekk eitthvað lyf og fór ég í apótek og leyst út lyfið mín og svo réttur með bókan og ég segi, hvað er þetta mikið? Mikið, þetta er flogavikislyf. Við rukkum ekki fólk sem er með króníska sjúkdóma sem var að taka lyf til æviloka. Þetta var bara, þetta er bara fyrir nokkrum korturum, sko. Að þessi regla gildi. En svo var þetta afnumið, næst þegar ég sótti lyfin þá búið að afnumið þetta. En þessi hugsun að sko, ríkið sé svona samtryggingakerfi, það er svo stutt síðan það hvarf. En fólk lætur núna eins og sig rosalega róttakt að koma og segja, nei, við viljum hafa gjaldfrjálsa heilbrigðisþjónustu. Svipað og bara Skotarnir hafa og Danirnir hafa, við viljum hafa svoleiðis á Íslandi. Nei, þetta er bara riðla öllu. Það voru þið sem að riðluðu þessu með því að taka þetta upp. Og hver er afleiðingin? Varðaspyr lágtekjufólk, láglaunafólk. Og það, ég man ekki hvað hlutfallið var, en það er bara fáránlega hátt. Það sem að fólk er að neita sér læknishjálp. Þetta er afleiðingin af þessu. Já. Og svo sama þegar það eru gerð kannanir hjá ÖBÍ, að það eru öryrkjar sem að neita sér læknishjálp. Og einhvern veginn nefndi ég þetta, þá sagði ég, þetta getur ekki verið svona því að það er bara 5.000 kall á mánuði sem að öryrkinn þá verða bara, ég held í lyfin, svo þarftu líka að borga eða þú þarft að fara til læknis. En 5.000 kall á mánuði hjá þeim sem á ekki fyrir mat út mánuðin, en sko fjármálaráð eru samt búið að taka við skatta sem að ekki var gert sko fyrir skattabreytingarnar þegar við lækkuðum skattan á en ríku, að þá var ekki skattur á örorkulífeyri og ekki skattur á lægstu laun. Það er búið að taka skatt af þér og svo að taka 5.000 kall aukalega, og hvaða 5.000 kall er þetta? Þetta er kannski 5.000 kall sem að dugði fyrir sko fábreyttu mat síðustu 4-5 daga mánaðarins. Það er tekið af þér. Út af hverju? Já, það er bara út af kostnaðarvitund, annars væri hann alltaf að taka út lífið sem aður. Hvaða rugl er þetta? Og í hvað fer þetta? Það er að vera að skrá, já, 5.000 kall og svo fer þetta í annan bókara 5.000 kall og svo fer þetta einhverja að skera skýrslu hvað fyrstu marga 5.000 kalla, og þetta klárast bara á leiðinni við að halda utan einhvern kerfi sem að skilar engu. Þannig að þetta er bara Hvað ætlar þið að gera? Já, býtu. Ég er að segja af hverju við leggjum svona mikið upp úr þessum skattabreytingum. Vegna þess að þessar skattabreytingar sem voru settar á á 10. áratugnum og fyrir hrun, að þær hafa grafið undan kerfinu, þær hafa grafið undan gjaldfrjálsu húsnæðiskerfi, þær hafa gjaldfrjálsu heilbrigðiskerfi og þær hafa aukið sko misréttið í samfélaginu og aukið fátækt í samfélaginu sem leiðir til þess að það verið að fara að rukka fólkum í menntun og heilbrigðisþjónustu. En það hefur líka leitt til þess að það hefur verið hækkaði skattar á þá sem að megi ekki við því að missa peningin sín í skatt eins og örorkulífeyri, ellilífeyri og lágtekjurnar. Þannig að það er aðferð til þess að laga það, og það hefur líka leitt til þess að þegar tekjurnar komu aldrei, og vegna þess að sko leiðin til þess að búa til hagvöxt eða stækka hagkerfin á eftirstríðsárunum var meðal annars að innheimta skatta og byggja upp innvið og grunnkerfi, mennta allt fólkið, laga þá sem eru veikir, þannig að þeir geti farið aftur út í samfélagið og gert alls konar gagn, leggja vegi, þannig að þessi auðveldra fyrir þig að keyra á milli í kortinu þá eru vinnuna, líka þann sem ætlar að flytja vörur, búa til hafnir og flugvellir, þannig að þú kannst stofna fyrirtæki og búa til eitthvað nýtt. Þetta var ástæðan fyrir því að jókst hagvöxtur.
hugmyndin svo að nei, við ætlum ekki innheimta skatta og við ætlum að svelta alla innviði og alla grunnviði, það drepur á hagkerfinu. Og ef þú skoðar hagvöxt á mann, vöxt á nýfrjálshyggjutímanum, þá er hann helmingi lægri en árin á undan. Og ástæðan einfaldlega þessi, að ef þú innheimtir ekki skatt og ert ekki í svona nation building að byggja upp gott samfélag, að þá dregur úr afli samfélagsins og þannig að þið farið minni tekjur. Og þá þarftu að fara að innheimta meiri skatt hjá þér, þá þarftu að fara að selja eignir, nei, við getum ekki átt banka, við erum að selja alla bújarðir sem er eiginlega klikkaðasta hugmyndi sem er í kosningabaráttunni. Þess að það mun eiginlega bara leggja niður íslenska landbúnað ef við ætlum bara við ætlum að auðmanna væða all landið, að þá bændur mun ekki geta keppt við þetta sem Viðreisnin leggja til. Og þetta er stærsti munurinn, að við horfum á þetta sem mein í samfélaginu, áttum okkur á því og leggjum til tillögu til þess að gera þetta. Aðrir flokkar þora það ekki eða bara fatta það ekki, og ég held að mörguleiti þorið það ekki vegna þess að þeir vita það að ef þú ætlar að segja, nei, ég ætla að taka meiri skatt af Þorsteini Má, að þá rís Þorsteinn Már upp og allir hans félagar og þeir eiga mikið pening og þeir hafa mikið vald, það eru margir sem eru háðir þeim í lífinu, þannig að þú vekur upp andu þessara manna að þá getur þú bara lent í helvítis vandræðum í lífinu. Og þannig er það í þessu samfélagi, þeir sem eru gagnrýnir á þá sem að fara með völdin, að þeir fá bara harða útreið og það er eitt af meinunum sem við erum með í samfélaginu. En hvert ætla að sækja nýja skatta? Hvar er tækifæri til að auðlindir, við erum heppið fólk, við erum fámenn þjóð í stóru landi með gríðarlegar auðlindir og við eigum þar saman og við eigum að taka svipa á Norðmenn hafa gert við hólína sína, við eigum að taka auðlindarentuna sem að við eigum, að því að við eigum þessu auðlindir og renna undir samfélagi til þess að við getum byggt upp gott samfélag. Þannig að þessi eftir svona verðt að búa hérna, að það sé gott og þægilegt að búa hérna, bæði fyrir þá sem að fæðast hérna en líka þá sem að hinga að koma. Við viljum leggja skatta bara í takt við það sem er í öðru löndum, í næstu löndum, að auka fjármagnstekjuskatta og skatta á stórfyrirtæki og við viljum hafa öðruvísi skattkerfi á fyrirtækin, þannig að þessi þrepaskipt, þannig að stærstu fyrirtæki borgi hærri skatta sem er sanngjarnt vegna þess að fyrirferð þeirra á markaði sem oft er hjá okkur því miður einokunar og fákeppnisstaða, það er bara aðstaða sem er sjálfsagt að skattleggja á meðan litli kallinn sem að vinnur bara hjá sjálfvísarflöðis, hann hefur ekki þessa aðstöðu, það er fáránlegt að hann sé að borga sama hlutfall í tekjuskatt og hinn. Og svo viljum við líka breyta því sem er eitt af því sem að veigamestu breytingunum sem var á nýfrjálshyggjutímanum, að þá varu tekjuskattar fyrirtækja voru lækkaðir og fjármagnstekjuskattar sem að þýddi það að sá sem átti peninga og var að taka peninga upp úr því að ríkið tók minni peninga áður en hann gat tekið það upp og tók minni pening þegar hann borgaði sér það út. Tekjuskattar fyrirtækja voru allt upp í 50% á eftirstríðsárunum alveg fram til 1990 en fóru alveg niður í 10% held ég í hruninu og eru núna í 20%. Þannig að það má vel hækka það. Það er líka þannig en á sama tíma... En þá þrepaskipt. Já, þrepaskipt. En á sama tíma að þá var tekjuskattur fyrirtækja lækkaður en tryggingagjald hækkað sem er umvel bara skattlagning á launatekjur og þetta er skattbreyting sem kemur rosalega illa við smærri fyrirtæki sem að oft eru þannig að þau eru mannaflsfrekari og svo er það líka þannig að sá sem byggir þau upp, hann bara vinnur hjá fyrirtækinu og hann er ekki að og þú svona að því vorum að tala um svona klassisk fjölskyldufyrirtæki, bara kannski vann fjölskyldumeðlimir hjá og það var svona eiginlega hagur sem að fjölskyldan hafði á því, það voru allir trygga vinnu og þú veist inn í fyrirtækinu. Þessi fyrirtæki voru ekki svo mikið að taka peninga út úr fyrirtækinum. Ef það var einhver hagnaður af fyrirtækinu þá fjárfestuðu til þess að byggja upp fyrirtækin. Þeir voru ekki að taka það út úr fyrirtækinum eins og er í fjármálaveitum kapitalisma. Þannig að þetta fólk var ekki að biðja lækkun tekjuskatts. En það fekk í hausinn hækkun tryggingagjalds. Þannig að skattheimtan var færð frá stórfyrirtækjunum sem að örfáir áttu yfir á svona venjulegu fyrirtækin sem að bara alþýðu fólk átti, einhver sem að vildi ekki vinna hjá ríkakallinum og vildi bara vera sjálfstæður og keypti sér sinn eigin vörubíl og fór að vinna við hann og eitthvað svona. Hann var skattlagður meira en ríkikallinn minna. Og þetta viljum við laga. Þegar þetta var gert þegar ákvæða eftir hrun, þá vildu stórfyrirtækin álveri til dæmis Straumsvík og þannig fyrirtæki, þau vildu frekar
hækka tryggingagjaldið heldur en tekjuskattinn. Þau völdu það og eins og þú veist nú, þá þau sem stjórna SA og það kemur í ljós, ég spurðist fyrir þá og þá held ég að launin voru eitthvað bara 30% af rekstrakostnaði álversins. Þannig að það var bara tryggingagjald á þann hluta. En svo fyrirtæki sem þú ert að segja, kannski ef við værum saman með eitthvað lítið fjölmiðla fyrirtæki og þá væri við kannski með 90% í launakostnað. Ég held að samstöðin ég held að sé bara örugglega meira en 90%. Við eyðum öllu í bara laun. Já, það ágætt dæmi. Það ágætt dæmi, Við erum ekki að stefna því að reka þetta með hagnaði. Ef við höfum einhvern pening aukalega þá kaupum við mikrofón Þannig að við eyðum bara öllum peningunum sem við fáum í því að byggja upp samstöðuna. En það tekið þá ekki það. Nei, og þannig það með og svo horfir á þetta, segjum ok, þetta svona, þetta náttúrulega ósækjart, en svo horfir á þetta ofanfrá og segir hvar verða til ný störf og hvar verður til einhver nýsköpun, það hjá stórfyrirtækjunum? Nei, það hjá litlu fyrirtækjunum. Og þannig ef þú ætlar að horfa á það, við ætlum bara að hafa það sem best öll saman, þá ættir þú að styðja litlu fyrirtækin en ekki stórfyrirtækin. En það stórfyrirtæki sem ráða, eins og þú ert að benda á, að SA náttúrulega bara stýrt af bara örfáum ríkum. Þau fenga að velja. Þau fenga að velja. Þau tala alltaf eins og þess að tala fyrir atvinnulífið, þau eru bara að tala fyrir allra ríkasta fólk á Íslandi. Og þau völdu einmitt þetta sem var lagði jafnvel minni fyrirtækinni, þau bara reyði ekki við það. Þú spurðir á ekki fylgja starfsfólki. Þú spurðir á munin á Sósíalistaflokknum og öðrum flokkum. Einn munur sá að þegar SA, Samtök iðnaðarins, Viðskiptaráð kallar á stjórnmálaflokkana til þess að segja þeim hvaða stefnu þeir að hafa og leggja dóm á stefnu þeir og svona, þá kallar ekki á sósíalistana. Nei. Við erum ekki boðaðir á þessa fundi. En þeir vita bara það nú hraustleikamerki. Þeir vita bara við ætlum ekki að beygja okkur undir vald ykkar. Bara ríki mitt ekki að þessum heimi. Þú veist, og það það sem stjórnmálaflokkarnir gera. Þegar þau hitta þetta auðuga fólk, þá bara beygja þau sig fyrir valdið þeirra. Og almannavaldið sem var byggt upp með lýðræði, þannig að hver maður hefði eitt atkvæði. Þetta eitt stórkostlegt sem gerst í Mannkynssögunni, að við í okkar heimsluta náðum að byggja upp samfélög þar sem að almannavaldi, ríkisvaldið átti að gæta svona almannahag. Þetta var það aldrei fullkomlega þannig, en það var samt byggt upp almenn heilbrigðisþjónusta, almenn menntakerfi, leystur húsnæðisvandi almennings, við fengum sumafrí og veikindarétt og helgafrí og þú veist fæðingarorlof og atvinnuleysisbætur, vökulög og alls konar. Þetta stórkostlegu tími sem að tókst að með að vera að byggja upp. Þetta var fyrir hún. Og þetta var gert með því að við vorum með almannavald sem stilt upp á móti auðvaldinu. En einhverjum dettur það í hug á á síðustu áratugum að raunverulega fari auðvaldið betur með almannavald heldur en almenningur. Og það er bara, hvernig tókst þetta? Og við sittum uppi með afleiðingarnar. Smári, við erum búin að tala saman svolítið lengi. Já, við erum bara að tala saman síðan að ég fæddist. Já, margt og mikið. En núna, hverjar metur þú líkur ykkar í kosningunum? Ég held að við höfum góða líkur en ég held að við þurfum að hafa fyrir því, og ég held að sé mjög mikilvægt að þeir sem að telja að vera eitthvað gildi í því að þessi rödd sósíalista komist á þing, að það að við verðum að hafa fyrir því og það mikilvægt. Og það ekki bara vegna þess að hvað sósíalistaflokkurinn og ég held að hann hafi sýnt að hann traustsverður. Við höfum verið að benda á það í þessari kosningabaráttu að sósíalistar stóðu að valdabreytingum í Eflingu og höfðu þar alveg meiri áhrif á svona endurreisn verkalýðshreyfingarinnar heldur en hefur bara gerst í áratugi. Algjör bylting. Við Sanna Magdalena sá borgarfulltrúi sem að flestir borgarbúar treysta og meira heldur en borgarstjórinn og
og 5 sinnum meira en 5 sinnum meira en hann og það náttúrulega einstakt afrek en sýnir að þú veist að ef okkur treyst fyrir að hafa borgarstjórnarflokka þá sýnum við að við erum treystingsverð. Ég nefndi áðan að við höfum endurist leigjendasamtökin sem ég held að við skipt miklu máli að ná rödd leigjenda inn í hérna. Við höfum notað hérna hluta af styrktafénu meðalans til þess að efla leigjendasamtökin og reka hérna vorstjórnuna hérna en líka til þess að byggja upp samstöðuna sem ég held að sé mjög mikilvægt að almenningur eigi eitthvað umræðuvettvang sem ekki á forsendum auðvaldsins sem á sannarlega við svona meginströmsmiðlana og því miður ríkisútvarpið líka það sem að maður alltaf vilja spurður út frá bara viðskiptaráði. Þannig að og við höfum líka staðið fyrir mótmælum og eitthvað fleira og við höfum breytt umræðinni. Ég held að áður en að Sjálfstæðisflokkurinn var stofnaður þá talaði fólk ekkert svo glatt auðvald og talaði ekki mikið stéttabaráttu eða skiptingu og fleira þannig að við höfum haft mikil áhrif. Þannig að mér tel að við höfum sýnt það að við svíkjum ekki umboð okkar, að okkur treyst til einhverja verka þá skilum við okkur af okkur. Þannig ég tel að fólk eigi að horfa til þess gagnvart Sjálfstæðisflokknum en svo erum við líka með stöðu þar sem að virðist vera að ég held að sé eiginlega enga líkur á að VG komist inn á þing og þá það bara þannig að þá er það hlutverk sósíalistana að taka við þeim kyndli sem að VG lagði frá sér og ég upplifa náttúrulega að það lagt það frá sér fyrir mörgum árum. Það vinstri bakvörður í liðinu. Sem eiginlega arfleið sósíalískra verkalýðsbaráttu á síðustu öld sem nær alveg frá Sósíalistaflokknum gamla gennum Alþýðubandalagið og yfir í VG og sömuleyti þá núna sjáum við það að Píratarnir eru í miklum vanda og ná ekki einhvern veginn í gegn og þar annar kyndil sem ég held að sé líka mikilvægt að sósíalistarnir taki upp sem þessi krafa sem verður til í búsaldabyltingunum og árunum eftir einhverjar róttækar samfélagsbreytingar á Íslandi sem svona, þú veist, fór hingað og þangað að sömuleyti má sjá að hluti að því inn í flokki fólksins í það sem til dæmis Ragnar Þór Ingólfsson sem tók þátt kannski í svona hægri hluta búsaldabyltingarinnar en það var annar svona róttækur réttlætisk krafa sem var þar sem að sömuleyti fór í gegnum borgarhreyfingun og þar inn í Pírata en sem að mér finnst líka að Píratarnir hafa einhvern veginn lagt frá sér og að séu öðruvísi flokkur í dag. Þannig að ég held að sérstaklega þegar þessi tveir flokkar eru öllu líkindum á leiðin út af þingi þá sé ótrúlega mikilvægt að sósíalistarnir komist inn til þess að taka upp þessa tvo kyndla því að þetta er bara mikilvæg barátta sem að við verðum að halda áfram og bara ef við ætlum ekki að missa samfélagi lengra í hendurnar á auðvaldinu að við ætlum ekki að vera að búa í einhver svona allræði auðvaldsins sem að ég sé ekki aðri flokkar raunverulega séu að vara við. Nei. Við skulum segja þetta bara ágætt og bara gangi ykkur sem best og við höldum áfram hér eftir augnablik. Það komin tími á sterkari samstöðu. Hinn eina sanna breyting sósíalismi.